Já, herru, þá ætlum við að ræða almannatryggingar en það liggur fyrir í Alþingi breytingarnar á þeim kerfum öllum og hingað eru komnar konur sem allar eru formenn í hagsmunasamtökum þeirra sem að máli snýst um. Hérna er Alma Ýr Ingólfsdóttir sem er formaður ÖBÍ, Svava Arnardóttir sem er formaður Geðhjálpar og Unnur Helga Óttarsdóttir formaður Þorskahjálpar. Við erum alltaf velkomnar. Takk fyrir. Ef ekki má ég byrja hérna á þér, Unnur, af því að Alma var nýverið hjá mér að ræða þessi mál. Hvernig líst þér á það? Heyrðu, mér líst bara, já, kerfisbreytingarnar eru mjög nauðsynlegar. Almannatryggingakerfi eins og það er í dag, það er mjög flókið, mjög svona ógagnsætt og svona ekki þjónandi fyrir okkar fólk. Þannig að við styðjum breytingarnar, kerfislegu breytingarnar, en áherslurnar mættu vera aðrar. Sko, það er verið að leggja mjög mikla, það er verið að leggja áherslu á að fólk hafi tækifæri til þess að vinna og ég skil það vel. Það eru mjög mikilvægt fyrir fatlað fólk að geta komast út af vinnumarkaðinn til að vera þátttakendur bara í þjóðfélaginu. En þetta frumvarp, það er verið að gleyma fólki sem að getur alls ekki verið á vinnumarkaðinn vegna fötlun sinnar. Og mér finnst það vera skilið eftir. En stendur það fólk sem að þá stendur verst, stendur það verr eftir breytingarnar? Sko, við megum deilum það. Samkvæmt frumvarpinu, þá mun þessi hópur hækka 4.020 krónur eftir 16 mánuði. Það getur við reikna. Hvað þýðir það að því að við erum í verðbólgu og svona, það getur bara verið horfið á 2 mánuðum? Já. Þannig að mögulega kemur þessi hóp út í mínus eftir 16 mánuði. En við höfum svona vakið mest athygli á því og við viljum að þessi hópur fái hærri hækkun. Þeir sem að mest þyrftu á því að halda, sem að búa við lögurskjörum. Svava, Hvaða hugmyndir höfum við frumvarpið? Ég tek undir með Unni, bæði það að það er mikil þörf á kerfisbreytingu. Við vitum að núverandi fyrirkomulag er ekki að virka sem skildi og mörg sem falla á milli skips og bryggju. Þetta kerfi hefur verið flókið og mikill baggi á mörgum. Þannig að klárlega er komin tím til að breyta og það eru margar breytingar í þessu frumvarpi sem að vert er að gera. Til dæmis verið að lengja tímabilið til endurhæfingarlífeyris. Það er verið að samhæfa kerfið, að tala að kerfið tali saman þannig að fólk sé ekki jafn mikið að landi því að gleymast eða falla á milli. Já, þegar þú ert búin með endurhæfinguna og búin að klára réttinn til endurhæfingarlífeyris að þá líða, ég hef talað við konu sem ég held að liði 3 mánuðir, þá hún komst inn á lífeyrinn og hún var náttúrulega bara á guð og gallinum á meðan. Já. Og bæði það og líka ef þú ert að leita þjónustu á einum stað og líkur þeirri þjónustu og ert að skipta á milli að þau kerfi að geta að tala meira saman eftir þessar breytingar. En þetta er klárlega ekki fullkomið frumvarp eða ýmislegt sem þarf að huga að eins og Unnur nefndi núna áðan að þá er þetta klárlega ekki til kjarabóta, einhverja umtalsverða kjarabóta fyrir hópinn. En það eru aðrir hlutir sem eru jákvæðir. Ber þar að nefna til dæmis tækifæri og stuðning til þess að fara út á vinnumarkað fyrir þau sem geta og treysta sér til. Og finna vinnu. Já, og það er mikilvægt að þetta sé unnið vel, bæði að vinnuveitendur sjá sér færta að veita fólki þessi hlutastörf sem dæmi eða fullstörf að taka móti þessum mannafla sem kemur til vinnu, en líka að þetta sé gert þann hátt að fólk finni sér tilbúið og treysti sér í þessi skref, að það sé ekki þvingun eða neyð sem að rekur þau í þessi mikilvægu skref. Við vitum að mörg hver fá örorkubætur og gætu seinna meir náð góðum bata og góðri líðan langar taka sér skref aftur á vinnumarkað en hafa einhvern veginn einangrast heima af okkar hópi sem er að glíma við andlegar áskoranir. Þá vantar þennan stuðning og það sé ykkur sem að leita til þín og segja hvar liggja þínir styrkleikar og þitt áhugasvið, hvað langar þið að vinna við og við finnum eitthvað og styðjum þið í þessum skrefum aftur á vinnumarkaðin. Það er ekki bara hægt að í rauninni
hrinda fólki þangað og þetta frumvarpi snúist þær breytingar eins og bara starfsgetumati var gagnrýnt á þessum tíma að það væri verið að neyða fólk, eða svelta fólk til þess að það neyddist til þess að fara á vinnumarkaðinn, ekki vegna til að það gat þess, að bara þurfti þess, að til þess að bara hafa ísu á, þótt að það væri höfði ekki heilsu til þess. Einmitt, og það allavega að tala það að nú sé búið að horfa til þessara starfsgetu mata erlendis og erfiðra reynslu því tengt og þetta ekki fara á sama veg. Það tala það í þessu frumvarpi. Það tala mikið virkni og tækifæri til virkni og ég held að þessi kannski það sem við eigum svo eftir að sjá í framkvæmd, hvernig stuðning fólk fær í reynd til þess að taka sér skref. Við vitum ekki alveg í dag hvort að þetta verði heillavænlegt en í það minnsta þörf á að breyta kerfinu og þetta eru tillögur til þess og leitun til þess að koma á móts við ýmsar aðkallandi þarfir sem hefur verið orðað í gegnum árin. Alma, þetta svona nokkuð veginn myndin? Já, ég bara tek undir það sem þær báðar hafa sagt og þetta endurspeglar einmitt það að þarna svo rosalega breiður hópur undir. Þetta ekki bara eitthvað sem að fellur inn í eitt box sem sniðað öllum og það bara, mér finnst mjög mikilvægt að það sé áréttað og haft með þegar það verið að taka ákvörðun, nú með það ekkert hvað nefndasvið kemur til með að gera, að þau séu meðvituð það að þarna hópur sem kemur aldrei til með að geta unnið, hann kemur kannski mjög ungur inn á örorku, á engin lífeyrisréttindi, tækifærin hans miðast eingöngu við þessar greiðslur, svo þarna hópur líka sem hefur kannski verið lengi á endurhæfingu og nær bata og góðu bara nær að komast aftur út af vinnumarkaðin, þannig að þá þarf vinnumarkaðin að vera tilbúin til þess að taka við og vera með það með hugarfar að það getur eitthvað gerst líka, það getur eitthvað bygglast á leiðinni og svo hópur sem að mögulega mun vera bara að fara á milli aftur af því að hann hefur ekki tök á að vera þarna. Þannig að eða finnur ekki vinnu af því að sömuleyti eru breytingarnar einhvern veginn svona hálfgert fairytale að það gert ráð fyrir því að fatlað fólk og geti fengið störfið hæfi, hlutastörf og alls konar sem við kannski vitum að ekki mikið í boði. Nei, reynslan hefur sýnt að það ekki í boði, þannig að þetta höfum miklar ágjur af því að allt í einu sem eigi vinnumarkaðan að vera stakk búin til þess að geta tekið við þessum fjölbreytta hópi með alla sína mismunandi reynslu, þekkingu, menntun, en hann hefur ekki verið að hinga til, þannig að okkur finnst svona svolítið vera að fara hart í þessar aðgerðir, að það þyrfti að vera einhvers konar millilending þarna, að því að við vitum að það stór hluti hóp sem að vill geta unnið, hefur ekki geta unnið, bæði sögum skerðinga sinna og allra, þá meina ég líkamlega og andlegu skerðingana og svo líka fjárhagslegu skerðingana. Þannig að það svolítið hvernig á að mæta þessu finnst þú kannski ekki alveg nógu skýrt. Fjárhagslega skerðingar, hvað áttu við því? Þú veist, þegar þú ert með greiðslur, þú viltu vinna, þú ferð á vinnumarkaðin, vinnur, að þá skerðist króna á móti krónu. Eins og staðan núna. Eins og staðan núna, þannig að og að núna vonandi fyrir þann hóp sem að getur og fær vinnu og vinnuveitandinn þar í stakk búin til þess að veita þetta svigrum sem að gæti mögulega þurft til vegna líkamlega og andlega skerðinga tekið við þér og þá á allavega hann að geta komið betur út fjárhagslega heldur en hann gerði, en þú þarf líka að fá þá góða vinnu með sem gefur þér há laun þegar þú ert í svona hlutastarfi til þess að geta búið og býtum þessi frítekjumörk sem að verið að leggja til. Þannig að þetta rosalega, þó svo að þetta sé verið einfalda margt, að þá þetta samt flókið því að þarna engin einn undir. Þetta ekki bara eins og allir fái greitt eitthvað vasapenning, sko. Og þetta eru miklar breytingar og þá kannski skilja að verði svona ákveðið óryggi. Ég meina, hvernig mun vinnumarkaðurinn bregðast við? Hætt á því að einhver verði skilgreindur hann geti unnið og þá fara hann af örorkulífeyri og hendi bara í langtíma atvinnuleysi og hvað verður það fólk og hvernig stuðningur við því og þannig að það svona margar spurningar sem eru kannski ósvarað framkvæmdina því að sömuleyti geti þetta verið gott frumvarp ef að við hefðum
ef öll kerfin sem eru byggð ofan á lögunum myndu virka briljant, þá væri þetta kannski allt í lagi, en við sjáum kannski ekkert fyrir hvernig þetta mun verða í raunverulega í framkvæmd. Er það ekki svolítið ágalli við að taka afstöð til frumvarpsins? Þetta gæti verið í sjálfu sér í lagi ef allt myndi ganga upp, en ég veit ekki alveg hvort við höfum þá reynslu af stjórnvöldum að við getum reiknað með því að allt muni ganga. Er það ekki alltaf líka náttúrulega liður í því þegar svona kerfisbreytingar fara af stað hver framkvæmdi verður, en við erum mjög hörð á því að það þurfa að endurskoða þetta eftir 3 ár í minnsta lagi, í frekar 5 ár, því að til þess að einmitt mæla áhrif, hvernig var framkvæmdin, þú veist, er þetta fólki til, að því að þetta snýst að það sé til hagsbóta fyrir fólki en ekki ríkissjóð, þannig að þú veist, það verður allavega að passa það að það sé framkvæmt einhver mæling eftir stuttan tíma í staðin fyrir að þetta dægi upp eins og þetta hefur verið að gera, þannig að því að þarna er náttúrulega alltaf líf þessa hóps undir. Einhver leyti er það staðan að það er kannski erfitt fyrir ykkur að lýsa yfir stuðningi eða andstöðu við þetta, vegna þess að það ásó sem eftir að koma í ljós hvernig þetta virkar í raun. Er það ekki... Algjörlega, ég held að mörg okkar sem hafa reynslu af þessu kerfi og leita innan þess eftir framfærslu á einhverjum tímapunkti hafi rekið sig á ýmsa veggi og vitanlega er fólk svolítið brennt eftir þessa reynslu og ekki með mikið traust í garð þess að ég veit að staðan, hvernig þetta er núna, ég veit hvernig kerfi virkar núna, það er ekki að reynast fólki mögulega vel, en það er þó eitthvað haldreipið í að þekkja hvernig þetta er á meðan að við erum að reyna að horfa til þess óráðna og að fólk treysta á að kannski verður þetta og vonandi verður þetta betra. Það er náttúrulega erfitt fyrir fólk sem er búið að vera lengi mögulega fast í þessari fátæktara gildru sem að örorkukerfið er að vona og treysta á þeir eru að gera þetta mér til hagsbóta en ekki bara til að spara pening og þvinga mig mögulega aftur út á vinnumarkaðinn. Ég held að þegar maður tala við fólk sem hefur verið á örorkulífeyri að svona almennt talar það ekkert sérlega vel Tryggingastofnun. Lítur á kann margar sögur árekstra og erfiðleika og svona einhverja þrákelkni Tryggingastofnunar að túlka allt einhvern veginn mér í óhag og annað slíkt. Þið þekkið þetta örugglega að það er ekki þannig sem að maður gæti haldið að því að Tryggingastofnun færi fólki framfærslu að öryrkja myndu almennt horfa til Tryggingastofnunar eins og eitthvað góðs sem er hjálp í mínu lífi, en þegar maður tala um öryrkja þá er það oft frekar hinsegin að upplifunin er að Tryggingastofnun sé erfitt og þá er það náttúrulega út af þessu að það er oft verið að skerða fólk út af einhverju að einhver seldi 1/4 úr sumarbústað í hittifyrra og allt í einu fæ ég bara ekkert útborgað í 2 mánuði og þar fram til göttunum. Já, það er svolítið leitt að sjá að þegar á loksins er komið til, við erum komin á þann stað að nú er tækifæri, glugginn er opinn til þess að bregðast við einmitt þessu sem að þú ert að lýsa, þú selur eitthvað, það myndast eitthvað fjármagnstekjur, að það hefur allt ennþá áhrif á og mun gera eins og gerir í dag, mun halda áfram að hafa áhrif á í nýju kerfi. Þarna finnst okkur svona einhvern veginn eðlilegra að fólk einhvern veginn ætti að fá að njóta meiri vafans heldur en það hefur verið að gera því að alltaf er niðurstaðan svo sama að það á einhvern veginn enginn að fá að lifa mannsæmandi lífi. Það veldur rosalegum erfiðleikum að það er eiginlega alveg sama hvað ég geri til þess að reyna að bjarga mér að Tryggingastofnun nær alltaf að bregða fyrir mig fæti. Ég seldi sumarbústaðina mömmu sem var dýrmætur fyrir ættin okkar og ég seldi hann en þeir tóku bara að mér allan peningin með skertum lífeyri. Já, og það er náttúrulega löggjafinn sem hefur ákveðið það og framkvæmdarveldi náttúrulega bara framkvæmir það. En þarna finnst manni, nú það er verið að búa til eitthvað nýtt, að það sé hort einmitt til þessara því að af hverju mætti ég ekki bara njóta vafans eins og hver annar og bara átt þessar fjármagnstekjur og sem að ég held að sé nú kannski fæstir þeirri stöðu að það telli ykkur hundruðum, heldur að það sé bara eitthvað það lág upphæð að það mun samt að einhverju marki skerða og það er, að mínu viti er það bara pínu óþolandi að það sé ekki eitthvað en gengi lengra að þessu fyrir þá sem að mögulega myndu vera svo heppnir að geta einmitt selt eitthvað eða
eða eignast eitthvað með öðrum hætti, ég meina fólk sem að fær arf, það getur mögulega mynda fjármagnstekjur og þá byrjar það að skerða og það mun halda því áfram og líka sér eignir maka. Það, ég meina þá eru maka kannski samskattaðir og þá myndar sér eignin fjármagnstekjur og þá það að fara að skerða líka og það. Við höfum ekki mál þar sem að þá hafa fatlaðar konur eða verður það bara komnar í þá stöðu og það eru þá bara í fjárhagslegu ofbeldi af því að þessi tiltekna séreign, hún skerðir framfærsluna þína. Framfærslu, það eru fjárhagslega ósjálfstæðar. Já, þannig að mér finnst mjög leitt að sjá að það sé ekki verið að horfa þessi þætti. En þessi endurskoðun búin að vera lengi á leiðinni og svo er ráðist í það. Var það gert þannig að þið voru kallaðar saman og fulltrúar ykkar félaga og þið í Þroskahjálp, hvað er það sem að þið viljið ná fram í breytingum á almannatryggingakerfinu? Var það þannig? Og svo er frumvarpið smíðað út frá því eða hver var aðkomi ykkar að þessum? Ég get nú ekki sagt það. Við fengum kynningu á frumvarpinu og þessum breytingum áður en það var lagt fram og við fengum að koma með athugasemdir og sem að voru nokkrar athugasemdir sem að voru teknar gildar en við höfðum ekki neitt samráð í vinnunni per se. Þannig að það hefði verið mjög ákjósanlegt bara varðandi framkvæmdina og bara áherslur okkar. Þannig að það var ekki eins og endurskoðunin á fiskveiðistjórnarkerfinu þar sem auðlindin okkar var stór nefnd þar sem var fullt af kvótaeigendum og stórútgerðarmönnum. Þið voru ekki aðilar að nefndinni sem bjóðum til. Nei. Akkur er það? Ég meina, það er frægt slagur sem hefur verið tekið upp, ekki okkur án okkar. Og samræðið. Ég held að sé allir saman að þessu í orði, en enginn á borði kannski. Nei og það sama, ég náttúrulega kem bara inn í þetta starf, í október og ég veit að forveru minnistarfi hafi lengi kallað eftir, auknu samráði í þessu, hvað þetta nákvæmlega varðar og það kemur eitthvað hlið þarna sem að ég veit ekki af hverju stafar, þar sem er á vinnunni bara sem slíkri. Þau kölluðu lengi eftir því að fá að sitja við þetta borð þar sem að í rauninni frumvarpið er samið en það voru þessir upplýsingafundir sem að við fengum þar sem að þá bæði starfsmenn og bara einstaklingar úr aðildafélunum fengur tækifæri til þess að hlusta ákynningu og koma með athugasemdir. Eitthvað ratar inn sem að bara er mjög gott þegar það er hlustað, það er bara öllum til bóta en að samaskapi að þá finnst manni án þess að ég sé að halla eitthvað starfsmenn ráðuneytisins, alls ekki, en þá er þekkingin náttúrulega miklu meiri á gólfinu heldur en á borðinu, þannig að raddirnar eru, ég meina, við erum, okkar hagsmunasamtök eru að grípa fólki sem er í þessum kannski vandræðum, þannig að mínu viti er ekki raunverulegt samráð, nei, alls ekki og það hafi myndi verið núna sögur að þetta frumvarp hafi verið unnið í samvinnu við okkur og síðan litað fjólum bláum blæ, það er bara alls kostar ekki rétt. Geðhjálp, þið aðilar það? Já, ég kem líka inn í þetta hlutverk núna bara síðan í mars en ég hef allavega séð það svona í gegnum fyrir reynslu af samstarfi við ólík ráðuneyti heilbrigðis og félagsmála sérstaklega, að það er í tísku í dag að svona tala notendasamráð, að tala að frumvörp og vinna ýmiss konar verkefni sé unnin í samráði við fólkið sjálft. En efndirnar hafa ekki verið alveg þannig þó að vonandi sé þetta að aukast að þá hefur mín reynsla verið svo að þetta sé meira einmitt svona upplýsingafundir eða kalla til samtals, hér eru tillögurnar, við erum búin að vinna, hér er plaggið og við viljum alveg heyra hvað þið hafið að segja og svo er svona það er búin að taka allar ákvarðanir. Já, það er ekkert gefið endilega að athugasemdunum sé svo tekið og bætt við inn í endalega plaggið. Það hefur verið mín reynsla af svona samráðsfundum í gegnum tíðina og ég velta alveg stundum fyrir mér af hverju þetta stafar, hvort þetta sé sérstaklega til dæmis hvað mig varðar, þá er ég náttúrulega fulltrúi fólks með andlegar áskoranir
hvort að þetta sé einhver forræðishyggja kerfisins að við vitum í raun ekki hvað fyrir okkur fyrir bestu eða að okkar skoðanir séu einhvern veginn of eldheitar eða of litaðar af því sem við erum að takast á við, að það sé ekki alveg á okkur marktakandi. Það allavega þörf á því að fólk með reynslu af málefninu, hvaða málefni sem það þegar verður að þróa þjónustu, tillögur, lagafrumvörp, að við séum í vinnunni alveg frá upphafi. Ég held að það sé fyrir þetta bara mjög góð nálgun því ég held að þetta gnæfir alltaf yfir þessum hópi. Hvort sem það þroskahömlun, andlegar áskoranir eða eitthvað sem líkamlegt, að það veit kerfið betur. Það bara, það hefur verið svolítið sem gegnum bara aldirnar, þannig og það virðist eitthvað en ekki það hefur kannski minkað en samt ekki alveg þannig að það nái alveg í gegn. Við Íslendingar eigum til orðið sýndarsamráð, það til, og það hefur orðið til af einhverjum ástæðum, býst ég við. Annars það væri þetta ekki til þetta orð, því að það einhver hefur upplifað að samráðið sé raunverulega bara sýndarleikur og það sé ekki tekið til þess. Og það ekki bara við ykkur, þetta í mörgum af svona umsóknum á þinginu, svona upplifun þeirra sem að telja sig vera að gæta almannahagsmuna að það kannski sent inn stóra greinagerðir og svo kemur bara nefndaráliti daginn eftir og bara óbreytt og tilfinningu bara fyrir að þetta sé bara einhver leikur, þetta þurfa að vera þarna en við ætlum ekki að taka til þess. En segjum að við værum með samráð við Rauðaborðið. Hvaða breytingar vilt þú sjá á almannatryggingum, Unnur? Sko, við hjá Þroskahjálp leggjum sérstaklega áherslu á að þessi hópur sem hefur ekki tækifæri til að vera á vinnumarkaðinum, að sá hópur fái hærri hækkun heldur en gert ráð fyrir núna. Þannig að það svona aðalega áherslumáli okkar og svona þegar maður fór að rýna þetta vel þá þetta svolítið leikur í tölum, þú veist. Það verið að lækka aldursviðbótina helming, hún var 60.000 og fer núna niður í 30.000. Hvað aldursviðbót? Það aldursviðbót viðbót og það verið að koma til móts við fatlað fólk sem hefur ekki öðlast nein réttindi, hefur ekki, þú veist, á ekki neinar engin lífeyrissjóðsréttindi, þannig að svona til að koma til móts við þann hóp sem að hefur verið með greinda fötlun bara frá unga aldri. Þannig að svo upphæð var 60. Kerfið byggt upp þannig að við erum annars vegar almannatryggingar og hins vegar lífeyrissjóðina og það reiknað eiginlega með í grunnkerfinu að koma eitthvað frá lífeyrissjóðunum en svo erum við með hóp sem hefur bara engin lífeyrisréttindi og þá fær það 60.000 krónur á mánuði. Já, núna eru það að fá 60.000 krónur og það hefur verið að lækka þessa greiðslu helming. Og svo líka heimilis uppbótin. Á hverju verið að lækka það? Hvað markmiði var allavega að færa þetta inn þannig að allir ætti að standa jafnar en svo kemur þetta náttúrulega alltaf mest niður á þeim sem eru ekki, eins og Unnur segir, ekki með en réttindi og þessi hópur sem að fer bara beintu við 18 ára aldur á örorku og mun aldrei fara af örorku. Það hljómar ekki eins og að standa jafnar í þeirri merkingu allir að vera með svona svipaða útkomu. Það hljómar eins og að standa jafnar gagnvart skerðingum og öðru slíku eða hvernig getur það verið að þeir standa jafnar ef þeir sem standa veikast fá skerðingu og minnst? Þetta hefur bara ekki verið útfært neitt betur í greinargerð með frumvarpinu annað en þetta, að það sé verið að mæta öllum hópum. En þetta hefur Gæta jafnræðis. Já, en sem náttúrulega ekki jafnræði í þeim skilningi að Ég ekki alveg að ná þessu. Hvernig það getur verið til að gæta jafnræðis að þá séu þeir sem að standa veikast að framlögin til þeirra minnki. Rökin hafa líka verið að til þess að gera þetta að þá sé verið að hækka grunnlífeyrin hjá öllum. Þess að lækka þessa aldursum þannig að grunnlífeyrin hækki. En á sama tíma þá kemur þetta samt niður á þessum hópi sem á engin önnur réttindi. Ok, þannig að nú skiljið það. Það hefur verið að hækka grunnlífeyrin og áður var það þannig að þeir sem voru á honum bara flötum og sáu fram á það að vera alla ævina þar og ekkert komast upp og þeir fengu 60 skall. Og þá er ákveð að hækka grunnlífeyrin og þá er skert hjá þeim þannig að þeir standa eiginlega á sama stað eftir sem áður. Sko, eins og meðan aðrir fá hækkunina en hins vegar kannski minni skerðingar af atvinnutekjum og öðru slíku. Er það? Já, eins og kerfið núna, þú veist, þá er það mjög flókið
og það eru bara örfáir einstaklingar bara á landinu sem skilja þetta almennilega og og það eru svona ýmsir þættir sem hafa áhrif á þessar uppbæðir en þetta er skipt niður í örorku lífeyri, tekjutryggingu, framfærslu uppbót og svo kemur hann að heimilis uppbót fyrir þá sem að búa einir og svo aldurs uppbót. En það er svona verið að samina þessa flokka í einn örorku lífeyri og ef við horfum á þessar tölur þá er svona, já, eins og ég sagði áðan, þá er þetta leikur tölum. Það er verið að lækka aldursuppbótina helming og sameina þessa örorkulífeyri, tekjutryggingu og framfærslu uppbótina í einn flokk. Þannig að, en heimilsuppbótin lækkar hann 11.000 krónur og aldursuppbótin lækkar helming. Þannig að við erum að horfa á, þú veist, einstaklingur sem að býr einn og er einungis að fá greiðslur frá TR er með í dag 462.980 en samkvæmt nýju frumvarpi fær hann í 467.000 og þetta er fyrir skatt og við erum að tala um það að þetta eru upphæðir sem að fatlað fólk þarf að lifa á alla ævi. Það hefur enga möguleika til að auka tekjur sínar. Þannig að þeir sem ekki hafa lendið því verða bara að ímynda sig það að þeir hafa kannski farið gennum tímabili á ævinni þar sem voru blöng. Þeir eru ímynda sig á því að vera inn á því tímabili og ekki hafa vonin það þegar ég er búið með námið og þá muni tekið minnur aukast, að ekki hafa hugmyndin það að ég geti unnið mig upp í starfi, ekki hafa hugmyndin ég geti bætt kjör mín á nokkurn hátt. Ég veit ekki hvað fólk geti ímynda sér þetta, en ég get fólk til að gera það því að stundum leiðilegt að heyra fólk rugla saman fátækt og blangetum. Og fátækt það sem maður er fastur í og hefur ekki leiðina út að það náttúrulega er og það er einmitt svo sorglegt að sjá að auðvitað hefur maður ákveðin skilning í það að að svona kerfisbreytingar feli sér mikinn kostnað en annað eins hefur nú verið lagt í öðrum kerfum að það sé ekki hægt að mæta þessum hópi með aðeins meiri hækkunum að því að nú hefur viðkvæði verið bara í síðan allavega 2009 að það sé ekki hægt að hækka neitt fyrir en endurskoðun eigi sér stað. Nú er endurskoðun, heildræn endurskoðun en samt er þetta nei, ekki meira en þetta og ég meina ekki fyrir þennan hóp. Nei og að því eins og unnum þetta er leikur á tölum þessi hópur stendur þarna svo kemur einhver sem er kannski einmitt einn og hann er kannski 30 og þá náttúrulega tekur hann einhver aldursviðbót af því að hún er samkvæmt aldrinum þú far einhverja heimilisuppbót af því að þú ert þetta gamall og býrð einn en allt annað og þú ert kannski hækkum 800 krónur fyrir skatt það er bara stór hópur sem er standa þarna líka. Það lítur að vera svolítið áfall að ég fylgst með þessu að sem að virka stundum eins og þessi svona hótun og var sérstaklega fyrir einhverjum árum síðan það var eins og stjórnvöld væru að koma til hagsmunasamtaka og öryrkja og segja að ef að þið kyngið starfskjötumatinu sem breytingu sem við viljum ná í gegn að þá fáið hækkun og ef þið gerið ekki að þá verður ekki hækkun. Þetta er eiginlega stundum varðar næstu sagt bara hreint út og svo þegar niðurstan kemur og hérna er breytingarnar og það er 800 kall sem að er 1/4 að bíómiða. Já og þetta er náttúrulega bara stór hópur sem að þarna er undir sem að mun alltaf vera með örorku og hefur þessar 100.000 krónur frítekjumark þannig að ef þú átt einhver réttindi að það náttúrulega nýtist að það þangað til að vera að skerðast ef það fer yfir 100.000 krónurnar og svo kemur hópurinn sem að er þá metin með samkvæmt nýja kerfinu yfir 26% getu og upp í 50 sem starfsgetu og þá eru hækka frítekjumörkin eru þau samtals 350.000 þannig að þú þarf að hafa svolítið góða innkomi í hlutastarfi til þess að geta nýtt þér hana sem er bara fínt fyrir þann hóp sem að getur og svo lengi sem að vinnumarkaðurinn er tilbúin til þess að koma til móts við hóp með ótrúlega mismunandir og fjölbreyttar þarfir og skerðingar þannig að það á eftir að vonandi nýtist það vel þeim hópi sem að getur það en á sama tíma ertu líka er ákveðin krafa að þú verður að vera í virkri atvinnuleit til þess að geta þegi innan virkri styrk og þannig að þetta er En er eitthvað sem bendir til þess að vinnumarkaðurinn sé að breytast þannig að það sé að verða til störf sem að henta fötluðu fólki bæði þeim sem hafa takmarkaða starfsgetu og í hlutastörfum en það er líka fólk sem að
að er með sjúkdóma sem að valda því að þeir koma í einhver svona hrínum, þannig að þú kannski ert frá vinnu í 2-3 mánuði og kemur svo aftur inn og hafið þið trú á því að vinnumarkaðurinn sé að aðlaga sig að þessum hópi? Er eitthvað merkjum það? Ég þekki ekki merkjum það, sko. Noti spákúluna. Ég þekki ekki merkjum það, svona, ég get ekki bent á neitt að, jú, við erum á réttir leið að þessu leiti, en kannist þið það? Það sem ég heyrst að það þarf vissulega líka ákveðna löggjöf og reglubreitingar til þess að þetta sé ennþá svona meira svigrúm fyrir vinnumarkaðinn til þess að mæta þessum hópi. Þannig að fyrirtækin eru þau styrt til þess að... Já, til að mynda eitt dæmi sem Samtök atvinnulífsins hafa nefnt er að fyrir hvern ráðinn starfsmann sem þú ert með í starfi, þá ertu að borga tryggingagreiðslu og þú borgar þessa greiðslu hvort sem manneskjan er í 100% starfi eða hlutastarfi. Þannig að segjum að við tökum starf og bútum það niður, búum til 3 hlutastörf úr einu fullu starfi, að þá þarf að borga 3 tryggingagjöld í stað 1. Þannig að það er kannski ekki hagkvæmt fyrir vinnustæðin að vera með fleiri hlutastörf samanborið við full störf. Þannig að það þarf að ringa til þarna svo að þetta sé raunhæfari kostur. Bara eitt lítið dæmi. Kultúrist í vinnunni. Það hefur verið rætt það bæði hér í Íslandi og út allan heim að svona kröfur fyrirtækjana á starfsfólki séu frekar að aukast, sko. Að þú þarft eiginlega að vera þetta bara verið í frábæru formi og helst að kunna syngja fyrirtækjasöngin og fara í óvissuferðir og standa alltaf með fyrirtækinu og það sé að ná í þig allan sólarhringinn, að það er svona tilnefingin er frekar í þess áttina frekar heldur en að fyrirtækin séu að svona horfast í augu við það að fólki sem ekki mæti vinnu sé alls konar og hafi alls konar þarfir og svo að taka til þess að meiri segja það í börn og foreldra og það er svona ekkert svo augljóst að fyrirtæki taki til þess, hvað þá að þú ert fötluð og með takmarkaða getu eða þurfir að búa við það að þurfa að hverfa vinnumarkaðinum ef að þú færð köst í þínum sjúkdómi. Það hefur náttúrulega ekki verið mikið fordæmi fyrir því og sérstaklega ekki á hendi hins opinbera, hafi meira verið almenni vinnumarkaðin sem hafa kannski tekið sig til og gert eitthvað í þessa átt en ekki en opinberi. Nei, ríki sveitafélög þyrftu svo sannarlega að sína gott fordæmi og ráða fleiri til vinnu. En ég veit, þú veist, eins og ég atvinnu með stuðningi og þeir eru núna að byrja með svona herferð í rauninni varðandi atvinnu og í samtökum við atvinnumarkaðinn. En það er þannig og ég hvet í rauninni bara atvinnurekendur til að kynna sér þetta því að það eru núna 300 manns á biðlista hjá Vinnumálastofnun eftir starfi. En þá er það þannig að Vinnumálastofnun greiðir hérna stóran hluta 70% af launum fyrstu allavega 2 árin og svo fer þessu upp að stiglækkandi eftir það. Þannig að við þurfum svo sem bara í sameiningu að vera svolítið svona tala jákvætt, eða ekki? og fá bara atvinnurekendur og þá sérstaklega að þau opinbera bara sýni gott fordæmi til þess að Já, af því að þetta er náttúrulega það sem auka möguleika okkar fólks. Já, af því að þetta er náttúrulega það sem að þetta frumvarp og nýja kerfi mun er að fara að fylgja líka, það er að útvíkka þessa samninga. Já. Það ber kannski að nefna líka annað úrræði líkt og þú nefnir atvinnu með stuðningi sem að hefur stundum skammstafað AMS, að þá er annað úrræði EPS sem að líka hefur gefið góða raun og er unnið í samstarfi við Landspítalann og Virk og nokkra fleiri aðila. Þar sem að einstaklingurum fær sérstakan tengilið sem að er eingöngu að styðja viðkomandi aftur út á vinnumarkað, að finna hentugt starf byggt á styrkleikum og áhugasviði viðkomandi. Og þarna er hugmyndafræðin slík að þau vilja helst ekki þessa endurgreiðslu til atvinnurekenda frá ríkinu fyrir laununum á þeim forsendum að starfskrafturinn er að leggja fram mikilvæga vinnu og ætti í rauninni ekki vera gefins vinnuafl heldur. Þetta er alltaf svolítið fín lína sem við erum að dansa á milli. En eitt af því sem ég tók eftir í þessu frumvarpi er að lýsingin er einmitt eins og að mögulega öll þurfi eða muni bjóðast
eitthvað svona EPS-úrræði eða svona stuðningur til að finna starf. Og hvernig ætlum við að skala það upp? Því að eins og staðan núna þá þetta kannski nokkur 100 manns í slíkri þjónustu. Já, þegar komin á lista. Já, og þar líka, einmitt. Þannig að hvernig ætlum við að búa til og erum við reiðbúin til að mæta þessum stóra hóp sem að þarf á svona ráðgjafa að halda? Þá kemur svona varandi traustið að ef við skoðum bara svona atvinnuleysis-kerfi að þá það til dæmis þannig á Ítalíu að þar hvati á fyrirtækjum í að ráða þá sem atvinnulausir og fær styrk þetta einhver 2 ár. En svo líka systemið þannig að ef þú vilt stofna fyrirtæki eða þreifa fyrir þér að búa til þína eigin atvinnu, þá getur þú fengið þessi 2 ár sem stoppkostnað í fyrirtæki sem að þú sem öryrki eða atvinnuleysingi eða eitthvað getur gert. Þannig það er ekki langt til Ítalíu, en þar svona hugmyndin að sko einstaklingarnir eru líka traustaverðir. Það ekki bara það að fyrirtækin geti búið til störfin, heldur það náttúrulega langlíklegast að fólk sjálft búið til störf. Það þannig. Allavega stórfyrirtækin eru mest í því að fækka störfum og það eru flest störf verða til hjá einyrkjum og sprótafyrirtæki sem fólk sjálft að stofna. Já, og það eru sko fullt af flottum fyrirtækjum sem að hafa sýnt gott fordæmi í þessu og einmitt verið að nýta sko bara ef maður tala bara þau sem eru með sko eins og á einhverfurófinu og eru kannski mjög klári að eins og forrita eða allt þar að það veit ég að þau voru nokkur sem að fengu tækifæri til að starfa hjá CCP, svona hugbúnaðarfyrirtækjum af því að það skiptir raunin ekki máli sko hvenar vinnuafli fór, þú veist, af því þetta er náttúrulega stórt fyrirtæki sem er á alþjóðavísu að þú þurftir ekki að mæta frá 8 til 4. Þú gast ákveðin sko verkefni hendi þegar það hendaði einstaklingnum og þannig erum við þú veist, að því það geta allir gert eitthvað, það þarf ekki endilega að vera alltaf á nákvæmlega sama tíma sem það er sko frá 8 til 4 á hverju skrifstofutíma. En þannig hefði mér þurft að vera kannski búið að mæla einhver áhrif, gera einhverju svona góða ráðstafanir og þar sem að í rauninni fyrirtækjum er kennt líka, samankvart á opinberað almenna vinnumarkaðurum með þessa viðeigandi aðlun og hvað felst í henni. Hún þarf ekki alltaf að vera sko íþingjandi, hún þarf ekki að vera alltaf það kostnað sem að það krefjist sko að fyrirtækið eða stofnun ráð ekki við að mæta einstaklingum heldur að því að þetta eru bara svona lausnir sem að þarf að útfæra. Og oft og tíðum viðhorfsbreytingar líka. Fyrst og fremst er þetta náttúrulega það. Svo ég spurði samráði hvað hún myndi vilja fá, hvað breytingar hún myndi vilja fá. Er þú með eitthvað umfram það? Herri, já, það er náttúrulega mjög margt, þetta er viðamikið frumvarp og mörg að huga í þessu málum. Það fyrsta svona sem við erum alltaf að stoppa við hjá Geðhjálp er að kalla eftir breyttri hugmyndafræði í þessum málefnum, bara komplett. Og við erum hér eins og áður alltaf að vinna með afleiðingar vandans. Við myndum vilja sjá meiri umræðu og fjármagni varið í forvarnir og að gera aðstæður fólks þannig að færri gangi gegnum þessa erfiðleika að þurfa á endurhæfingu að halda eða ganga í gegnum þannig áföll eða jaðarsetningu og mismunun að þau upplifi andlegar áskorunir og tristi sér ekki til að halda áfram lífinu óbreyttu. Þannig að hér erum við að kalla eftir hugmyndafræði sem að þarf að vera önnur, heldur en svo að þegar fólk bognar og brotnar að það sé eitthvað að þeim og að greina þau með eitthvað sjúkdóm, gefa þeim stimpil sem fylgir þeim ævilangt og byggja kerfi á þessum forsendum. Það er bara úrelt hugmyndafræði sem þarf að breyta. Þetta frumvarp ætlar að leggja mat á aðstæði fólks út frá aðeins breyttum grunni, það talar ICF, þar sem að verið að horfa aðeins meira á samfélag og menningu og samspil einstaklingsins, þannig að við erum ekki eingöngu að horfa á manneskjuna sjálfa undir smásjá lengur, þannig að ég vona að þetta sé aðeins til bóta þar. En þá eftir að útfæra hvernig þetta mat mun fara fram á hvort að manneskjan sé reiðbúin til að fara að vinna og hversu stórt hlutfall og svo framvegis. Það er ekki búið að teikna þetta upp. Það er verið að tala núna að lögfesta þetta, en framkvæmdin er ansi óljós enn sem komið er. Þannig að það er eitt dæmi það sem ég myndi vilja sjá meiri umræðum. Þannig að sko vanti svona útfærsluna að svona vondudæmin utan úr heimi eru þannig að þú skilgreind að þú getur unnið 50% starf en getur ekki lyft höndunum upp fyrir axlir
en getur unnið við tiltekna þætti með ákveðni, hvað ég segja, bara reiknigetu og þess vegna færð þú bara halvan styrk út af örorkuðinni og svo er hent út og þetta finnur ekki þetta starf, það bara ekki til og þá lendur í stórkostlegum vandamálum. Þetta svona hryllingssögunar sem að urðu til þegar þessi hugmyndastefna náði í gegn. Þannig að það er svolítið erfitt þegar maður sér ekki framkvæmdina að meta frumvarpið. Er þá ekki bara, vantar ekki eitthvað upp á þetta? Akkur má ekki bara reglugerðirnar eða mun ekki þegar það var búin til svona tilraunasveitarfélög sem áttu að sinna meðal annars tilflutningi af þjónustu við fatlaða sem var gerða svona tilraunir með. Hefði ekki mátt þróa þetta kerfi með einhverjum svona öruggari skrefum þar sem að annars vegar liggur fyrir svona hvernig allar reglugerðirnar og hvernig matið á að vera, hverju sitja í matinu, hvernig við getum bara pröfað að senda nokkra í gegnum það, hverju verður breytingin á því þegar ég er að hlusta á ykkur. Það finnst mér svona eins og það sé kannski ekki alveg deig en þetta er svona hálfbökuð kaka Jú, ég held að það sé komið inn á í öllum umsögnum að það hafa engin áhrif verið mælt. Ég meina, stanst þetta mannréttindaskuldbindingar sem við höfum undirgengist. Við erum nýbúna, það nýbúið að fara í gegn á Alþingi þar sem að er þingsályktun landsáætlun málefni fatlaðs fólks sem að gera útfærir ítarlega innleiðingu á þeim samningi inn í íslenska löggjöf og sem felur í sér fjölmargar aðgerðir, mjög margar, mjög góðar. Og þar eru svona miklar kröfur gerðar til samfélagsins og stofnanna og hvernig eigi í rauninni svo að sé hægt að innleiða þessi ákveði. En á sama tíma þá í rauninni gætir ekki þess í þessu tiltekna frumvarpi. Til dæmis með því að vera að okkur finnst vera kannski setja of miklar kröfur á það einmitt að þú sért að mæla endilega getu einstaklingsins þegar hún er ekki svona svört og hvít, bara getan mín í dag eins og bara þau sem eru með kastasjúkdóma. Hún er kannski þessa 6 mánuði bara þokkalega góð. En svo gerist eitthvað þannig geta ekki og þá er samt í rauninni krafana því að það er búið að meta þig með ákveðna virkni, getu eða hvað sem þetta kallast, inn í þessu hlutaörorkukerfi að þú eigir samt að vera í virkri atvinnuleit. Og það í rauninni myndi stangast á við það sem að þessi samningu felur í sér. Það eiga allir að vera lausir úr, eða þess að krafan í samningnum er að fólk eigi ekki að lifa í fátækt. Þarna ertu samt í rauninni að búa til áframhaldandi hóp sem að eins og unnur er í rauninni að fjalla hópun sem að mun aldrei geta gert neitt annað. Þannig skilin eftir. Já, og svo þessi hugmyndafræði sem að Svava nefnir, að þetta sé umhverfið en ekki að það sé alltaf vera að færa okkur öll í sama boxið. Ekki það að núna, þetta frumvarp er þá allavega jákvæðara hvað það varðar með þessa hugmyndafræði sem að hefur verið, einmitt að drekkur fyrir hádegi eða getur lyft höndum upp eða nærða tegja þínir, er ekki heldur verið að horfa á þessa félagslegu, andlega, líkamlegu og áföll. Það er að koma í ljós hvernig matið er. Algjörlega og það náttúrulega höfum við, held að við öll gríðarlega áhyggjur. Þetta er ekki lítil orð, félagslega, andlega, það getur verið hvað sem er leikur á baku þetta. Nei, en það er þetta gagnrýndi í öllum umsóknum að þetta samþætta sérfræðimat er ekki til og þetta er tekið fram að það eigi að endurspegla en það hefur ekkert verið útfært. Unnur sagði að það væri flókikerfi eins og það núna og fáir sem að skildu það. Hvað haldið það séu margir af 63 þingmönnum sem að skilja almannatryggingarnar í dag eins og það er virka gagnvart öryrkjum? Þeir eru ekki margir. Það er bara, ég held að það sé bara nokkuð gefið. Ég ætla ekki fullir að sé engin, en það eru ekki margir. Nei. En þú veist, kerfi eins og það er í dag er bara, þú veist, ég er búin að fá ótal símtöl og bara við það, þessi tímamót að verða 18 ára. Og þá er það þannig að bara fötluð ungmenni þurfa að skila inn, þau fara oft á tíðum, það er einhver hópur sem fer beint
á örorku. Þetta misjæft eftir fötlun og þá er ég að tala ungmenni sem að hafa verið mögulega í sérskólum eða þurft mikinn stuðning bara alla æskuna og þessi ungmenni eru oftast á starfsbrautum en þessi ungmenni þurfa að skila inn vottorði til að í rauninni votta fötlun þeirra þrátt fyrir að aðstandendur hafa fengið umönnunargreiðslur alla tíð en þurfa að skila inn vottorði og svo þurfum við að skila inn endurhæfingar áætlun og þetta svo galið eins og þetta í dag og mjög óljóst hvað á að endurhæfa þannig að þetta mjög niðurlægjandi. Mjög fatlaða einstaklingar sem að Já, þú veist, við erum að tala og við erum að tala ungmenni sem með þroskahömlun og oft og tíðum líka með einhverfu eða einhvert fólk og það bara einhvern veginn, þetta svolítið svona innihaldslítið, þú veist, hvað átt í rauninni endurhæfa og þetta svona freka kerfi eins og í dag, þetta svona freka miðað því, ef þú ert með einhvern sjúkdóm, ef þú lendir í einhver svona tímabundnu, þá þarftu kannski að fá bara aðstoð og faglega aðstoð til þess að endurhæfa þig og komast aftur út af vinnumarkaðin. En þarna þarftu ítrekað að skila inn áætlun sem að mjög óljóst, eins og ég sagði áðan, hvað áttu að endurhæfa og skila svo aftur inn vottorði og þetta þú þarfst að skila inn bara á nokkra mánaða fresti áætluninni þannig og þú ferð ekkert neitt auðveldlega beint inn á örorkulífeyri heldur. Býttu akkur þetta að skila svona áætlun á nokkra mánaða fresti? Bara samkvæmt löggjöfinni. Þó svo þú sért með einhverja svona greiningu að þú sért alvarlega fötluð og öllu sé það ljóst og það ekki einhverja bata horfur á þinni fötlun. Þú þarft ekki að endurhæfa áætlun á nokkra mánaða fresti. Já. Þannig kerfi í dag. Já, og það var náttúrulega áhersla og í rauninni stefna stjórnvalda að fækka fólki á örorku svo það væri einhver hryllingur að vera á örorku og koma fólki yfir á endurhæfingu og sína þannig fram á að þessi nýgengni örorku væri ekki fyrir hendi að það fóru bara allir yfir á endurhæfingu í staðinn og einmitt hópur eins og Unnur segir sem þú endurhæfir bara ekki og það bara ristur hópur sem í þessu einmitt að senda inn endurhæfingar áætlanir og 6 mánaða fresti og til þess að landa ekki á milli skips og bryggju að vera í landi tekjufalli en svo ekkert hægt að endurhæfir ekkert fólk sem með búin að vera með taugaþroskaraskanir allt sitt líf þannig en sem betur fer þá fellur á milli kerfa og þú veist endurhæfing full reynd Þið eru að tala ástandið eins og í dag að það sé umverulega út af einhverju svona stefnu markmiðum stjórnvalda að fækka þeim sem eru á örorkulífeyri að þá eiginlega búið að moka fólki yfir á endurhæfingarlífeyri sem á ekki heima þar. Nei. En sem betur fer allavega samkvæmt nýja frumvarpinu að þá á þau sem eru í endurhæfingu að það á að gera það fyrir það að þau sé að landa á milli skips og bryggju með því að staðan í dag að það engin endurhæfingar úrræði til, þau eru mjög takmörkuð og mjög starfsgetu miðuð og það bara ekkert allir þar sumir þurfa bara á einhver tímabundinni líkamlegri endurhæfingu að halda en hún bara ekki til eða einhver önnur og þá fyrst að hún ekki fyrir hendi að þá ekki hægt að samþykja endurhæfingun og þá þú framfærslulausa meðan en nýja kerfið allavega byggir á því að þú sækir endurhæfingu og það útbúin endurhæfinga áætlun og hún rauninni gildir og alveg fram að því það þú kemst á í úrræði sem slíkt að það færðu samt greita framfærslu á meðan að það ekki svo lýst í dag. Það þannig að það kemur niðurstað úr endurhæfingunni að endurhæfing full reynd og þá ferðu í einhverja biðröð eftir svona varalegum örorku, þetta ekki? Já, það var náttúrulega lengdur í rauninni endurhæfingatíminn, hann var lengdur hvað var þetta ekki 24 mánuður sem hann var framlengdur þannig að fólk var átt í endurhæfingu í kannski 5 ár. Það var max sem ég meina hver í endurhæfingu í 5 ár bara til þess eins að í rauninni fækka
og komið veg fyrir nýgengni í örorku. Til þess að þjóna lund einhverja sem að hafa áhyggjur af fjölgun öryrkja. Já, af því að þarna alltaf viðkvæðið, þú veist að við erum að reyna að virkja og starfsgetan á að vera. Jú, þú hendar ákveðnum hópi en alls ekki en þetta líka bara niðurlægjandi og vekur sko upp ótrúlega kvíða og áhyggjur, fjárhagslegar áhyggjur líka ofan á kannski allt sem átt að vera endurhæfa en það er búið stigvaxast af því að þú ert á 6 mánaða fresti að sækjum aftur og aftur og kannski bara þetta oft bara heimatilbúin kokteil sem verið að búa til þess eins og fáir áfram og þannig verið að leggja líka ótrúlega mikið á alla ráðgjafa og heimilislækna að vera að útfæra ykkur endurhæfingar áhrif sem að fólki vinnu við það að viðhalda kerfi sem að enginn hefur að trúa á að skilja neinu. En það er náttúrulega í gamla kerfinu og vonandi verður þú fyrir þennan hóp þetta frá þess að þurfa að reiða sig á endurhæfingu og endurhæfingar lífeyri. Okay. Ég verð líka að fá að hoppa inn. Ég held að þetta málefni er svona típist að það eru öll litbrigði innan þess. Þú veist, þetta hentar sumum og ekki öllum, það eru alls konar hópar sem þetta hefur áhrif á og nú erum við að tala til dæmis endurhæfingar lífeyriskerfið. Það er til mikill að bóta að hafa langan tíma í endurhæfingu fyrir ákveðin hóp. Að fá auki svigrúm til þess að vinna úr hlutum. Áður en þú farin að stimpil, endurhæfing fullreynd, örorkubætur og svo heyrir enginn í þér aftur. Og þú ert bara komin inn í kerfi sem rúllar og það verður sífellt erfiðara að taka sér skref aftur út í virkni. Það er sífellt erfiðara að ætla upp á sitt einstæmi að taka það að sér. Og þú einangrast, það er raunveruleiki margra líka að þegar komið á örorkubætur að þá er rosalega erfitt að komast aftur þaðan. Þannig að ég held að það sé mikilvægt að nefna að lengd endurhæfingartímabils. Það er ekki vandamáli sjálfum sér heldur en það er að benda á að það hefur mörgum ítt út í svona kerfi sem að henda þeim ekki. Algjörlega og ef við höfum áhyggjur að því hversu margir fara á örorkubætur þá ættum við kannski ekki að vera að ef við erum að tala stefnu stjórnvalda þá ættum við kannski ekki endilega að vera að horfa á það má að klárlega og þarf að fjármagna endurhæfingar hlutan en aftur, þá þurfum við að fara að vinna með samfélagsbreytingar. Hvernig ætlum við að búa fólki þannig hag að þau geti pluma sig vel, líði vel, dafni og þroskist yfir góða líðan og vinna með þessa þætti sem við vitum að höfum áhrif á marga, jaðarsetningu, mismunun, fátækt, alls konar ofbeldi sem að fólk gengur í gegnum. Þannig að við þurfum þarna einhverja algjöra viðhorfsbreytingu, ekki bara áhyggjur að það eru margir að fara örorkubætur. Hvatinn til breytingarna er ekki sá sem að þú vildir, heldur frekar hinna sem að koma reglulega upp í pontu Alþingi og lýsa yfir sérstökum áhygjurum í örorkjusöfnaka. Það er hvatinn að breytingum. Algjörlega. Já, nákvæmlega. En þessa hugmyndafræði kannski skortir svolítið að líta á af hverju er einmitt hópurinn og kannski að það var ekki að tala við ykkur við undirbúningin. Af hverju er sífellt fleiri að fara á örorkubætur vegna allar áskoruna? Af hverju þetta stærsti hópurinn og sífellt að vaksa? Það er ekki það að við séum öll brotin og beigð og einhvern veginn gölluð. Það er stemmingin í kringum þessar breytingar og hefur verið hvatinn undanfarna allavega áratug 2 áratugi breytingarnar hefur verið þessi trú á því að öryrkju fjölgi vegna þess að fólki sé gallað og við þurfum að beita kannski pínlítið gulrót en líka svipu til þess að koma fólkinu út á vinnumarkaðnum. Já og líka þessi umræðum að lífið á örorkubótum með ekki vera of notalegt. Já, það er svo rosalega notalegt að vera að fáta okkur öryrki. Biðurðu eftir því? Nú, en ég er alveg sammála því að endurhæfing fyrir ákveðin hóp er bara mjög mikilvæg og ef þú færð líka tækifæri til þess að vinna að endurhæfingunni þinni í ákveðin tíma en að þú sért ekki endalaust að verja tímanum sem þú átt að vera í endurhæfingu að sýsla við hinn á þessa þjónustukerfi eða hafa áhyggjur af því að hún verði ekki samþykkt. Þannig að vonandi grípur þetta kerfi það og þú fáir þá í rauninni bara vera í endurhæfingunni óareittur. Nógu slæmt að vera í fátækt því að lífurinn er mjög lár. Það er nógu erfitt þótt að maður sé ekki líka í óttanum að eftir 12 mánuði eða 2 mánuði þá detti ég bara ofan í algjört bjargarleysi á millikerfa.
Herðu, en sem sagt, það er hérna hvað í samfélaginu að endurskoða þetta, mikið svona hugmyndur það að hérna ákveðnir fordómar gagnvart fólki sem er með fötlun eða er veikt og það verður til frumvarp sem byggir á svona ýmsu sem verður að gerast erlendis og takmörkuðu samráðu við ykkur og það er hérna búið að smíða það og svo er það lagt fyrir 63 manna samkomu sem við grunum að fæst séu með sko góða innsýnin í málið og það er þessi samkoma sem ætlar að afgreiða líklega mikilvægt mál sem að snertir ykkar félaga. Þetta hljómar ekki spennandi. Það er hægt við þetta renni gennum þingið án þess að fá raunverulega skoðun eða raunverulegt mat af því að margir þingmenn og ég veit það bara að margir þingmenn trúa því að það sé ekki hægt að setja sig inn í þetta. Ég var að halda því fram hérna áður en þau komast. Það væri ekkert sérlega flókið. Þú getur bara talað við svona 3 öryrkja á viku í svona 3 mánuði og leikið í reiknivélunum og ég hef svo sett komið með svona sæmilegan skilning á því hvernig kerfið virkar og maður myndi ætla það að það væri bara hlutverk alþingismanna að setja sig inn í þetta því þetta er líklega kannski það mál sem að skiptir kannski ekki stæðsta hópin en þann hóp sem þetta tengist skiptir það sko meira máli heldur en flest mál sem að koma fyrir þinginu. Þannig mér finnst það að gera kröfur að það bara setja sig inn í þetta. Ég sakna þess að það sé ekki og hafi ekki verið meira rætt. Ég ætla bara að viðurkenna það og af því þarna er með hópur fólk sem að reiðir sig á að löggjafinn taki vel upplýstar ákvarðanir af því að það er enginn sem að það er ekkert kjarasamningar þarna, þetta fólk kemur ekkert að neina borðu og hvað þá við. Þannig að mann finnst svona, allavega ég myndi gera þá kröfu að fólk væri betur upplýst hvað það er að fara samþykkja verði það niðurstaðan af því að þarna er aftur líf fólks í húfi þannig að við erum að, eins og ráðherra hefur sagt, umbylta kerfinu að það sé þá upplýst hverju er verið að umbylta og hvernig. Það fái mikla umræðu þetta var eitt af stóru málunum í samfélagsumræðinni og niður á þingi. Já, kannski þessi útfærsluatriði mitt sem við höfum svolítið stoppað við hér er ennþá, það er svo opið og óljóst í raun hvernig það verður framkvæmt en ég er enn mjög vongóð fyrir þessum breytingum. Ég held að þessi klártmála kerfið í dag er ekki að virka sem skildi og það þarf að breyta þessu, þetta er tilraun til þess þannig að ég er að mörguleiti mjög ánægð að sjá breytingarnar. Það er búið að nefna ýmsa vankanta á fyrra kerfi sem verið er að reyna að lagfæra en þetta er ekki fullkomið og mér finnst það kannski stundum sett svolítið þannig fram að þetta er umbylting á alla vegu meðal annars hvað fjárhag varðar og það er klárlega ekki svo en það er mörg önnur atriði sem að virðast vera til bóta sem að vert er að allavega halda til haga að séu á góðan máta. Þannig að ég er svona temmilega bjartsýn, má ekki segja það. Ég myndi ekki vilja stoppa þetta. Ég skynja það á okkur öllum að þið geti ekki andmælt þessu en þið geti heldur ekki mælt með þessu af því að það eru bara það er bara ómörg og ósvörum spurningum þannig að við verðum að reyna að efna til einhvers umræðu hvað þarna er á ferðinni og kannski gera kröfu að eitthvað af því sem að fylgir eins og reglugerðir eða að það komi fram áður en að breytingi verður sett í gang. Við erum með mörg dæmi að kannski svo stytting framhaldsskólan, það sem rann í gegnum þingið algjörlega óígrundað mál. Þetta mætti ekki vera þannig. Nei, ekki ef það er ekki til hagsbóta fyrir hópin, af því að hann er svo ótrúlega fjölbreyttur. Þetta er ekkert bara, þú getur ekki sett þennan hóp. Og þetta eru líka þetta er ekki bara eitt, þarna eru þau sem eru með endurhæfingar og sjúkragreiðslur og svo hlutaörorkan og þá virknistyrkur sem að tengist á vinnumarkan og svo hópurinn sem að er bara og verður alltaf með örorku. Þannig að það er að mörgu að hyggja og við höfum kallað eftir kerfisbreytingum í mörg ár. Og líka kjaraleiðréttingu og sérstaklega eftir hrun þar sem að öryrkjar hafa svolítið legið í valnum, sá hópur sem að tóka á sig byrðar í hruninu sem ekki fengið það bætt ásamt eftirlaunafólki. Herðu, en á þriðjudaginn þá kemur hann Guðmundur Ingi Guðbrandsson hingað á Rauðaborðinu og ég ætla að ræða við hann þetta mál. Það er gaman að því. En ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að sinni, Alma, Svafa og Unnur.
Kærar þakkir. Já, takk fyrir bóðið. Já, og ég ætla að þakka líka gestunum sem voru hérna fyrr í þættinum og Sigurunni bróður mínum fyrir hjálpina við að halda út í þessu þætti og Laufey sem hefur verið að taka upp þættina og senda það út og ykkur sem eru þarna hinum megin og eru að hlusta eða horfa þeir búið til hennar galdur sem að fjölmiðlun og þið getur verið virkir þáttakendur í því að byggja upp samstöðuna með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér við það byggjast upp dreifikerfið, þannig virka samfélagsmiðlar og fleira. Þið getur bent á að við erum á Facebook og við erum á YouTube, við erum á öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á FM og það má sækja þar útvarpsveitinga líka á spilarann, spilari.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða niður og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem er í heiminu, það sem er netsamband á annað borð. Við erum komin í sjónvarpi til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman og fá sjónvarpi sitt þaðan. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni samstöðarinnar 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan á sem hring, samfélagsumræðu við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Þið sem að viljið taka þátt í að byggja upp samstöðuna geta gert áskrifendur, þið farið þá inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift, þið getið skráð ykkur fyrir 2.500 krónur sem er grunn áskriftin, þið megi borga meirið þið viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, þetta er fjölmiðl og umræðuvettvangur í eigu áhorfenda og lesenda. En ég ætla að þakka fyrir að sinni, ég verð hérna aftur við rauða borðið klukkan 8 annað kvöld en góða helgi eða það sem eftir er aðinni.